Já, það held ég, kæru hlustendur, ég vil koma að Brandr áður en við byrjum minna þátt. Sko, ég held að það sé kjörið núna á 9 ári fyrir fyrirtæki að fara í heilskoðun, 360 gráðu mælingu á vörumerkinu. Og það gert út frá Brandr vísitölunni. Og það náttúrulega bara að þróa þessa vísitölu í mörg ár og hér verið að mæla þið ómælanlega. Já. Og það það sem býr í haustum á fólki. Tóti hámarkar arðsemi á markaði. Já. Brandr hámarkar arðsemi með vel skilgreindu vörumerki. Já, það er hárétt og þau eru náttúrulega að fara í útrás erlendis, þannig að sko, þau hafa nú þegar tekið 250 Íslands fyrirtæki og nú stefnir bara í erlenda samanburð. Hvernig er það verið? Stórkostlegt og það styttist líka í verðlaunaafhendingu besta íslenska vörumerki, það verður skemmtilegt. Herðu, ég vil líka koma inn á félag lykilmanna. Já, okkar menn. Og það er búið að bjarga lífi mínu að minnsta kosti. Nú? Nei, bara, þú veist, þetta er bara svo næs að geta verið í, þú veist, það sem þau kalla líka 360 gráðu afkomuöryggi. Segjum betur. Segjum betur. Já, ég segi miklu betur, loksins komin í stjættafélag, skilur við, það er bara, þetta er lítið sem ekkert sem þú borgar á mánuði og færð samt, þú veist, launatryggingu, sjúkdómatryggingu, líftryggingu, slysa, örorkutryggingu og allan fjandann. Það líka margir að spyrja mig, þetta er fyrir einyrkja, þetta er fyrir minni, en þú getur líka alveg bara verið að vinna einhvers staðar og ekki netta eða svona miklum pening í glerugnasjóð fyrir hana. Já, nákvæmlega. Þá ferðu bara í félag lykilmanna. Nákvæmlega, sem þetta snýst þú getur ekki kjarnað þetta betur. Já, ef þú ert nýútskrifaður, sjálfstæður einstaklingur, ekki þá að fara annað heldur en til félags lykilmanna. Nei, ég tek undir það. Já. Og það er bara nákvæmlega það sem ég hugsaði. Og við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið. Og já, Tóti Páls, gjörðu svo vel. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice, he knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to LA Mountain? We was in the car on our way to the shop. Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Allir við, já. Já, herðu, kannast við þetta? Já, ég var ekki alveg að kveikja þetta í byrjun. No one saying. Já, þetta er að hrafnir að rífa sig upp á sjóa, þá tekur bara you know what I'm saying. Já. Droppið á hann. Já, það held ég að kæru hlustendur Pingjunar, það er komið nýtt ár, 2025, gengið í garð. Já. Og fyrsti gestur ársins er ekki að veri endanum Þórður Pálsson, hjartanlega velkominn. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Já, bara verðið ræði, við höfum lengi talað að fá þig sennilega í 2 ár og hingað ertu loksins komin. Svo var ég loksins með í blóðinu hérna með þér sjóateiti þegar maður næri þér. Já. Haustfögnuðnum. Já, einmitt, já. Maður þarf 2 bjóra til að bjóða þessum heiðusmanni til að mæta. Ég var bara að læðast með frá veggjum og við búið sko, en við náum það allan loksins saman. Geggja að fá þig. Titillinn, ertu ekki forstöðumaður fjárfestinga? Jú. Ég verð nú samt að, sko, ég veit ekki hvort þú munur eftir því. Við vorum með póstlista á einhverjum tímapunkti. Mér skilst að þú hafi kommentað og við vorum með eignavísitölu inn í póstlistanum, þar sem við vorum með Rolex úr og vín og eitthvað, manstu eftir þessu? Ég rámar eitthvað í þetta þegar þú nefnir þetta, og hvað? Já, Andri Már Rúnars, félagi minn, hann var að vinna með þér í sjóvá, sko, og hann sýndi þér víst þessa eignavísitölu sem við byggum þetta til úr einhverju, Bitcoin og Rolex og einhverju svona fleira og þú hefur eitthvað verið ósátt með víni sem var inn í eignavísitölu. Nú, veitu hvað? Ertu vínkall eða? Já, við vorum með möðett, held ég, flösku eða eitthvað. Já, ok. Já, ég man það ekki. Já, ég er svolítið, já, ég er gaman að drekka vín og svo náttúrulega er takmarka hvað maður getur, sko, drukkið mikið vín og tekur á og annars líst, þannig að ég vil gjarnan hafa gott þegar maður er yfir að sér hann að borða, maður þarf alltaf að greiða tollinn sem er höfuðverkur og sleppleikir. Hvaða sjampó, ertu sandemaður, ertu að fara í kampænsfélagið eða hvað er Tóti Páls? Bæði í kampænsfélagið og samt mjög góð í kampæn. En já, þetta eignavísitala Pingjunar. Erum við ekki pípersmenn? Var það ekki það? Píper Hightech? Já, ok, Lampard er besta kampæni, sko. Lampard. Það var sandi, og svo veist mér Filipona líka mjög gott. Filipona, mjög gott.
Einmitt skemmtilegt, gaman að rifja upp eignavísitöluna sem við vorum með þarna. Þetta var svona, okkur fannst vantað einhver eignavísitölu, svona einhverja lúxusvörur, sko, sem væri meira fjárfesting, sko, frekar. Við vorum með þarna neysluvísitölu, sko, sem er okkar eigin og hérna vorum að trakka þetta viku eftir viku, sko. Já, sniðut hjá okkur og ég menna þetta er náttúrulega líka bara orðnir svona mjög útbreyti eignaflokkar, bæði úrin og vínin og vínin hafa náttúrulega hækkað alveg endalaust í verði og þess því miður virðist ekkert vera útlit fyrir að verði neitt láta á því og þess að til þess bara það hvað millistéttin í Kína sko, hún stækkar gríðarlega og þeir vilja evrópsk vín og það lýsir hins að sko, finnst manni þetta skrítið með úrin sko, venna þess að þessi sjálfur sko, ég er að vísa með Garmin úr sko, sem á að vera eitthvað svona heilsúr og reyna að kíka á heilsun en ég aðtá aldrei hvað klukkan er á úrinum þetta er alltaf síminn en samt sem áður að þá greinilega að fólk beri virðingu fyrir og metur handbragðan og slíkt þannig þessi svona alvöru handverksúr eða hvað sem þetta er nákvæmlega nú veit ég reyndar ekkert hvernig úr eru gerð en þetta er eitthvað sem að þetta lífið, sko, og fólk er tilbúið að greiða meira og meira fyrir þetta. Besti sölupunkturinn er þegar menn sko að segja, já, svo kemst það á 300 metra dýpi. Já, þess er það á 2 milljónir, sko. Fyrir erfingjana, en svo náttúrulega sáu þið líka í myndinni, stólið út með nafnið á myndinni sem ég hort oftan eftir Tarantino, þannig með úrið fræga sem að Já, ertu að tala þegar þeir keyptu Rolex keyptu auglýsingu á kafbátinn? Nei, ég er að tala úrið það er ekki Reservoir Dogs, það er úr Pulp Fiction. Pulp Fiction, já. Sem að svona, menn þurftu að leggja töluvert á sig til að koma til erfingjans. Það er ekki séð hana? Ég man ekki eftir þessu, ég þarf að taka Pulp Fiction á 9 ári. En þú skulum segja að úrið var geymt á mjög óþægilegum staði í stríðsfangabúðum. Ok. Það er að rífa þetta. Já, við þurfum að kíkja á þetta. Herðu, bara frábært að fá þig, Þórður. Við ætlum líka að í dag, þú veist, við ætlum að fara svona aðeins yfir manninn. En svo ekki síður að svona, þetta er ekki beint framhald af síðasta þætti, þetta er í rauninni sko það sem að undan hefði átt að koma sko. Já, hvað segir maður það? Sjálfstætt framhald? Já, sjálfstætt, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Eitthvað sem átt að koma undan bara. Já, við vorum með hann, við vorum með hann Helga í síðustu viku sem að fór, svona yfir árið með okkur og kannski svona á hlutabréfamarkaði. Já, síðustu ára hlutabréfamarkaði. Kannski gaman að heyra frá þér þitt teik líka á síðasta ári. En rauði þráðurinn er grái markaðurinn, netbólan og svona árdagar hlutabréfamarkaðsins. En svona áður við kannski förum inn í aðal umræðefnið með þig sjálfan. Hvenær ert þú að stiga, þú veist, hvaðan ertu? Já, ég er úr Vesturbænum, úr Skerjafirði í Reykjavík og reyndar ólstu fyrst í Danmörku í fræga hverfi Gellerupparken sem er svona no-go zone í dag en það er meðan pappi var að læra úti og síðan bara Býttu, akkur er no-go zone? Innflytjendur? Já, innflytjendur, það er skilgreint gettó en ég fór þessa hefðbundnu leið sem margir félagmenni fóru við ég var fyrst á Tjarnarborg og svo í Meðlarskóla og Hagaskóla og MR Að vera úr Skerjafirði ég held ég haf aldrei hitt nokkuð mann Ertu bara alveg upp þar? Voru þetta káru margir sem byggu þarna? Skerjafirði þess þú varst Er þetta bara gamli Vesturbærin? Já, þetta er bara við flugvelli sko ég veit ekki, tíminn og korteslapp í Meðlarskóla sko þannig að þú lætir þetta hljóma eins og þetta hafi verið einhver eyðifjörður Skerjafirðingar, ég hef bara aldrei hitt ykkur sko Það er frá og afa Falkjöti og síðan fór ég í heimspeki í Háskólanum og kláraði þar BA-próf Já, þú ert heimspekingur En í mennskóla, hvað þú veist, hvað gerir að vera heimspekingur? Þú ert Já, bara áhugi, ég er náttúrulega gríðarlega og hef ennþá mikið áhuga á svona samfélagsmálum og pólitík og ég hef svona mestan áhuga á stjórnmálheimspeki og hefur raunar enn og hef mjög mikið áhuga á því og síðan fór ég í ameríska skóla í Frakklandi, það lærði þar viðskiptafræði og tók svo MBA-próf frá í University of Delaware í Bandaríkjunum með áherslu á fjármálamarkaði Áhugavert Þú hleypur yfir langt áratímabil þarna eða ekki? Já Að fara í ameríska skólan í Frakklandi Hvað þýðir það? Er það bara einhver skóli í París sem allir kannast við? Já, skóli í Lyon og það sem var kennt var á ensku Já Og þú veist, voru margir Íslendingar sem fóru þarna út á þessu tíma? Við vorum 2
Já. Og Magnús Skeving Thorsteinsson og það var svona kannski líka stjórnmála áhugi minn og ég held ég sinni ekki uppljóst en leyndamáli, ég frjálshyggjumaður og svona þá fór maður svona kynnast svona meiri hagfræði hugmyndum og síðan þessu furðulegu fyrirbæri markaðir og fór að hafa meiri áhuga á því og þá svona sá maður kannski að það var kannski eitthvað sem maður hefði áhuga á að starfa við og það verður kannski ekki stjórnmálaheimspekin verður kannski svona meira áhuga mál og kannski einhver liti ástríða en svona viðskipti og markaði væri eitthvað sem man langaði að fást við dagstaglega. En þetta tengist náttúrulega líka einhverju leiti heimspeki og hagfræði í sjálfu sér. Ég meina hagfræði að einhverju leiti heimspekilegt. Já. Fyrirbæri, sko. Uppspretta og það náttúrulega það verður ekki á þessum tímastinu til þess að hagfræðin verða til þess að Adam Smith og David Hume og svo köllum þá var þetta það sem var kallað sko moral science það að segja það var ekki komin þessi strikt lína á milli það sem við köllum í dag þessi hörðu vísindi og síðan svona samfélagslega málefni og síðan gerir það þetta seinna og margir hagfræðingar reyna að taka hagfræðin í átt að reyna að apa upp eðlisfræði á meðan svona hinn hefðin sko lífið áfram og menn eins og sko Hayek sem að kannski halda henni og þessari hefð frá Adam Smith lífandi og það svona kannski sá angi sem ég hefði mestan og hef ennþá mestan á. Það segast það út í Frakklandi sem þú færð það sem kynnt fyrir austrískri hagfræði eða? Nei, það var á Íslandi og komið það lunga áður og var í sjálfs ekkert að læra neitt sem tengdist austrískri hagfræði þar en það voru kannski náttúrulega maðurinn sem að kannski lífti ég svo miklu grettist taki í bara hugafarsbyltingu í Íslandi var þetta Hannes Hólmsteinn og þess maður las bækurnar hans og ég sótti reynda líka tíma hjá honum í háskólanum og hann þýddi á íslensku leiðina til ánauðar og frels og framtak leiðin til ánauðar eftir Hayek og frels og framtak eftir Milton Friedman og síðan kom inn á útbók sem hefði líka mjög gaman að frjálshyggja, alræðishyggja eftir Ólaf Björnsson sem var prófessor og þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í mörg ár og ég held nú Hannes hafi haft líka hönd í bagga með útgáfa á. Áhugavert. Sko, svo ertu búin að vera út í Lyon og hvað, þá ferðu til Bandaríkjanna? Þá ferðu til Bandaríkjanna í Delaware. Akkur er Delaware? Ég bara, það var einhver samstarf á milli skólan sem ég var með í Frakklandi Já, þú ferð bara beint frá og fer bara beint það sko. Er þetta skiptinám þá eða bara hluti af prógraminu? Nei, svo bara ég bara sótti þar eftir þegar ég var að klára í Frakklandi sótti og fór svo út haustið eftir. Hvaða árið þetta? Þetta sennilega, sennilega 94 eða 94 held ég. Já. Er Clinton komið þá eða er þetta Bush eldri að ganga út? Var það ekki? Var ekki Clinton að koma? Var hann ekki kjörinn þetta ár? Jó, 94, sko þetta ekki? Nei, hann það er úti, hann er slett, kosið á slettir tölu og tekur við, hann takk ekki við hann 95. Það var hann 96 og 2000, hvernig kemur Bush yngri? Nei, Bush yngri kemur 2000 og tekur við 2001. Já. En bara svona, þú veist, hvernig er það 93 tekur við kosin 92 92, 96, 2000 en bara svona ég svona kann ekki ég reka ekki ævi mína með viðmiðum í keisarafn þannig að svo er ég gamla daga sko þannig Já, Arnar hefur svo mikið áhuga á þessu mónusku Lewinsky máli fá þína upplifun að því en bara svona þína upplifun að vera í Bandaríkjunum á þessum tíma var þetta uppgangsár eða svona Já, þú ert náttúrulega, þú veist, þetta var uppgangsár og þú varst að vísa svolítið í svona einangru umhverfi en sko á þessum tíma er náttúrulega internetið nýtt þetta var í Bandaríkjunum í raun og veru, það var svona aðeins í Frakklandi en í Bandaríkjunum í raun og veru sem ég kynnist fyrst netinu og e-mail fer að verða svona stór hluti af sáður, ég segi, í Frakklandi var maður ennþá bara skrifandi sendibréf og prenta út og senda og þannig að og þess þá er þessi fyrirtæki náttúrulega bæði Microsoft og Intel voru heitustu fyrirtækin og þarna er í raun og veru ég hef nú ekki hugsað þetta svona áður en maður sér að maður horfir tilbaka hann er upptakturinn að
að netbólunni eða netinu og allir því sem að því tengdist hann byrjar að slá þarna ekki líka annað með Delaware, ég ekki að rugla það það sem að öll fyrirtækin eru með skráð heimilisfesti og sem að Musk búin að tapa núna kjara baráttumálinu sínu og allar að fara til Texas það ekki, þetta allt í Delaware? Í Delaware sko sem svona Chancery Court sem svona dómstóll fyrir viðskipti sem mjög gamall og með mikla dómahefð og hún hefur lengi þannig verið og þótt svona sko fyrirsjáanlegur, óspilltur og annað slíkt þannig að öll svona stærstu fyrirtæki sem opinberum markaði þau eru skráð í Delaware það reynda líka lágu skattar í Delaware en það önnur fyrirtæki, önnur fylki eins og New Mexico sem að þess hafa enga skatta en hafa aftur móti ekki þessa dómahefð sem gerir það verkum að fyrirtæki vilja freka vera í Delaware eða fjárfestarnir og það líka athyglisvert við Bandaríkin en Bandaríkin náttúrulega sko alríki þannig að þess að mismunandi fylki geta verið með mismunandi reglur að í Delaware þar ertu með sko í raun og veru fordæmakerfi og ég veit ekki hvort það séu lög sem sérsniði í raun og veru fyrir skráð fyrirtæki sem þýðir það að svo kallu business judgment rule sem reglan það að hluthafar að þeir með ekki hlutast til hvað forstjórn að fást við eða forstjórn mikið vald til og stjórnir til þess að taka ákvarðanir óháð hluthöfunum og hún mjög sterk í Delaware og þetta hendar auðvitað að þú ert með fyrirtæki sem skráð þannig að þetta gengi ekki að menn getur verið að kaupa því hlutabréf í keppinutunum og alltaf sína að fara að hluta sig til þetta aftur á móti og þetta fyrir svona þroskuð og skráð fyrirtæki síðan eru í bæði í Kaliforníu og í Massachusetts að það sko reglur sem miklu betur hannaðar og henda miklu betur óskráðum fyrirtækjum og svona spróttafjárfestingum og þar til að mynda þessi business judgment rule ekki eins sterk og hluthafar hafa miklu meiri tök á að grípa inn í rekstu fyrirtækja sem eru þetta klassíska fyrir framtaksfjárfestingar þannig að það eru þetta heillandi við Bandaríkin og menn alltaf segja hvernig getum við tekið upp vistu umhverju Bandaríkin ekkert eitt viðst umhverfi og það það sem eitt af fjölmörgu sem að Evrópa að gera vitlaust þeir alltaf að reyna að gera allt eins eða standardisera allt saman í stað þess að nýta sér kosti sko í þessu tilfelli getur við að kalla samkeppni, þetta ekki eins og samkeppni heldur sérhæfingar sem getur miklu betur gert í svona alríki heldur en í land, á stóru landsvæði þar sem þú reynir að samhæfa allt Þetta mjög áhugavert en þú veist bara til að draga þetta saman má ekki segja að Delaware pro-business hefur alltaf verið, þú veist, það svona það sem dregur að líka Jú, og það minna mikið fyrirtækjum eins og DuPont og fleiri Raytheon og mikið iðnaðar sko, það hefur verið Ok, og þú útskrifast þarna og kemur heim. Stóð ekkert til að reyna að vinna úti eða varstu bara harður, nú uppgangurinn heima og það var nú ekki uppgangur heima 10% verðbólga það var heldur ekki 10% verðbólga nei, það var bara, það var mjög slæmt ástand heima þessu tíma og Þetta klára 93 eða? 95 já. Og sko þarna í Ísland að ná sér upp úr smá saman upp úr kreppu sem eða þessi samdrætti sem hefði verið allar götur síðan skattlausárið 88 það legendary ár fórum yfir það ótrúlegt sko þá hefði verðbólgan farið úr böndunum og minna Seðlabankinn hélt á þessum tíma bara vöxtu mjög háum frá svona 90 fram til, ég veit ekki, 97-8 þá voru bara raunstýrivextir á Íslandi þess bilinu kannski 4% og upp úr og fólk sem var að taka húsnæðslán var að taka lán á raunvöxtum bilinu 7-9% þetta var alveg rosalegt en það tókst aftur móti að
vinna buga á verðbólgunni og það tókst og leggja grunninn þessu hagvaxtarskeiði sem hófst þarna upp úr því. Það eru 79% raunvextir. Raunvextir. Ég mitt var að... En það var líka fasteignaverði tölvöld lægra enn í dag og sennilega undir endurstoppsverði. Já. Sem þetta heldur ekki sko sjálfbært. Nei, áhugavert. Og hvað, þú mætir heim og það þá bara útprentu ferilskrá frá Delaware eða hvernig fóta maður sig? Varstu komið með vinnu þegar þú mætir? Nei, ég komið með vinnu, ekki komið með vinnu og vera svona bara bardúsa við hitt og þetta og það var meðlansum tíma að það var vinnu mín í Inga-klúbnum og svo fór ég Hvað var það? Það var svona fríðindakort. Já, ok. Hljómaði eins og eina af þessum strippbúlum sem voru svo vinsælega Ekki svo gott og svo fer ég að vinna hjá Wars og þar ég svona það bil ár þar og svo kem ég að útgáfumálum vinn fyrir stórstúkuna sem að voru að gefa út æskuna og síðan fer ég að vinna svona tengi inn í þetta þá byrja ég að vinna á viðskiptablaðinu síðan fjármálakálfin þar okay. og Ólabirni og Óli byrjaði með þar inn og Þingmaður, Kárásson já, okay. og ég þar sennilega í eitthvað tæplega 2 ár og þá fer ég að vinna á Kaupþingi og byrjaði þar í ársbyrjun 1999 já og það svona það Hvað svo vinna? Því að ég á kvóta eftir 2001 held ég þá var stóni forstöðumaður greiningadildar ferðu beint í það starf hjá Nei, það KB-banki Nei, sko það ennþá Kaupþingi 2001 en ég fer að vinna í greiningadildinni og þar og þá forstöðumaður Þorsteinn Víglundsson ok, annar fyrir þingmaður og það var frábært að vinna með honum og svo fer hann til Luxemburgar held ég hvort að sennilega bara haustið 2000 haustið 99 og þá tek ég við sem forstöðumaður og svo ég það fram til ásins 2001 og þá fer ég að vinna hjá þá fer ég að vinna út í Kaupmannahöfn fyrir Kaupþing og sér það fyrirtækjaráðgjöfina og reynda með puttan eitthvað í greiningadildinni og svo kem ég heim 2003 ég var 2 ár í Danmörku og þá tek ég aftur við greiningadildinni og þá Kaupþing búið saman þannig út í Svíþjóð og ég hafði verið tölvöldinnar samskiptum við þá og þá saminist að Búnabankanum og verður KB-banki Þannig verður KB-banki til Það er væntanlega 2003 og síðan ég þannig yfir greiningadildinni til einhvern tímann 2006 Eitt bara spurning með þessa greiningadildir á þessum tíma Dag sér maður þetta eru hagfræðingar, það hefur verið að senda út tölvupósta og hagspár og fleira. Var þetta eins þarna eða hvernig var venjulegu dagur sem forstöðumaður greiningardildar á þessum tíma? Ég ætla bara að klára söguna þannig að það er líka ágætt maður er svo gamall að manandi ekki á saman ágætt að muna hvaðan maður að koma á 2006 og þá tekið við starfi framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar og er það þangað til að yfir líkur með bankan KB Nei, þá var það aftur orðið Kaupþing Þetta var einmitt KB-banki 2004 til hvað? 6 eða svo Kaupþing Fyrst var þetta Kaupþing Svo var þetta Kaupþing Búnaðarbankin svo var þetta KB-banki svo Kaupþing og svo nægi að vera áfram í svolítinn tíma eftir þetta heitir Nýja Kaupþing og rétt áðurinn ég fer að þá breytist í Arionbanka þannig að ef ég ætti nafnspjöldin þá myndi ég bara þurfa að þykka möppu undir það sem ég á ekki en ef við komum svona greiningadeildinni að starfsemi greiningadeilda var mjög fjörug á þessum tíma menn að við vorum með við höfum kannski verið stundum 10-15 manns í greiningadeildinni Shit
og hinir bankarnir voru líka með sína greiningadeildir og það var á hverjum morgni þá voru gefnir út morgunpunktar þar sem var farið yfir það hét morgunpunktar í okkur við varum svo setna Búnaðarbanki með 4:30 fréttir man ekki hvað það hét hjá Landsbank og Íslandsbanka en þeir voru með þetta en sjáu það þessum tíma þá voru þá voru með greiningadeildir Kaupþing, Búnaðarbankin, Landsbankin, Íslandsbanki og FBA. Það voru 5 greiningadeildir starfandi í landinu og verkefnin voru, það voru alltaf þessi förstu verkefni sem voru verðbólguspár og sem þeir eru að gera ennþá núna og mér finnst alltaf svo hlægilegt að kalla þetta verðbólguspár en þetta unnið yfirleitt vikuna áður heldur en að Hagstofan sendir út sína spá og þetta gengur út að það var samband við verslanir, við fengum reyndar frá forverum Haga, ég man ekki hvað það hét, hvort það var bara hagkaup eða bónus eða eitthvað flesk og fengum við senda bara verðlistana og svo ringi fastleignarsala og tjekka á bensínverðinu þannig að þetta í raun og alltaf mat hjá þeim en ekki og bara önnur mæling heldur en Hagstofan ég gerði þetta einu sinni eða tvisvar sinnum þannig að þið var að byrja og ég get alveg sagt það að þetta það sennilega það leiðinlegasta verkefni sem ég nokkuð tíma fengið á ævinni að gera svona verðbólguspá svo losnaði ég út úr því en síðan voru gerðar ákomuspár alltaf fyrir öll fyrirtæki í kaupöllinni og svo regluleg verðmöt og regluleg verðmötin voru yfirleitt þannig að þau voru send út til vistavinna helstu vistavinna og síðan 2 eða 3 mínútum seinna var þetta bara gert opið þannig að þú veist hver sem gat fengið þetta og ég man strax þegar ég kom heim hvað sennilega 2003 eða hvort það var að byrja áður að þá var FMI og að byrja eitthvað agnúast yfir þessu og tíma vildu að svo vinna sem að færi fram í greiningadeildunum skilgrein sem innherja upplýsingar og alls konar flækjustíg og þvæla og þetta náttúrulega ásamt hluta af þessari Evrópulöggjöf við gert það verkum það að greina greiningarefni frá miðlunarþjónustu og fara að borga þetta fyrir þetta sérstaklega að það því miður að lokum gerðum það verkum allir bankarnir lögðu niður þessar deildir í þessari mynd. Þetta er búið hræðilegt fyrir almenna fjárfesta. Nákvæmlega þannig að þetta var byggt á gögnum sem voru opinber. Þetta var allt byggt á gögnum sem opinber og vegna þess að þeir höfðu einhverjar áhyggjur af einhverju jafnræði fjárfesta eða annars lík sem þau kölluðu þetta að þá eru allir jafn illa settir núna það nánast ekkert gefið út og þannig að þetta þykir mér mjög miður og áður fyrir þú veist kannski ekki þú varst kannski bara almenningur út í bæ og þú fest kannski ekki upplýsingarna fyrst en þú fest greininguna og hún var dagsett og svo það stóð verðið sem var á hlutabréfinu þegar greiningin var gefin út og það kemur fram í svona á markingi en svo það líka bara það að allir þegar ég les greiningarefni að nýðustaðan ekkert mikilvægast það er það að þarna yfirleitt einhver sem kannski oft á tíðum með mikla reynslu og þeir sem hefur sett sig inn í hlutina og segir ok, þetta er mín sín síðan getur vel verið að þú hugsa með þér hann algjörlega miskilið og komist að algjörlega þveröfur í nýðustuðu en það að skapa þessu umræði og það vantar svolítið inn í flóruna í dag finnst mér en svo glemdi ég einu fyrir með stöður greiningadeildana að það var alltaf það voru alltaf morgunfundir á hverju mótni þar sem allir starfsmenn komu og það var alveg gríðarlega skemmtilegt en þess að oft á tíðum eins og gengur að gerist að þess að ræða hlutina mennir með mismunandi sín þannig að það voru oft ansið fjörug skoðanaskipti og svo á þess að fundi líka þá fengum við oft stjórnendur fyrirtækja og annars lítu spjörunum úr og þetta var alveg gríðarlega skemmtileg tími velti fyrir mér þess var
var þetta svona rosalega skemmtilegu tími eða var bara svona gaman eins að ég var miklu yngri en ég veit ekki, ég held að sé sko hvort tvekja. Og þetta var væntanlega þá bara tölvupósti sendur út, þið voru alltaf ennþá í bréfpósti þarna? Nei, já, þú fórum með það. Nei, þarna, þetta var tölvupósti, við sendum þetta út megnu til í PDF-skjöl og svo vorum við líka með einhverja svona já, sendum það líka út í svona HTML mér finnst alltaf langt best að fá PDF Já, ég er sammála því en þannig að í dag Já. En hérna, þú ert hjá KB svo kemur hrunið sá einhver af þessum greiningadeildum það fyrir eða hvernig? Nei, sko já og nei, þú veist og ef þú sko bara skoðar gamla skýrslu frá Seðlabankanum þá hann kom við aðeins seinna það yrði efnasamdráttur það var alltaf fyrir sér og svo gast að horta á einstaka hluta af markaðanum og sagði til því, ok, þetta algjör vitleysa en það sem að sko hrunið var alltaf miklu meira heldur en bara svona klassískur efnasamdráttur og jafnvel þó þú getur að sé fyrir að einhverju fyrirtæki og þessun einhverju bankar ég er ekki að segja að ég hef gert það væri ekki á traustingurunni þá kannski aldrei sé fyrir að þetta yrði svona massíft og svona alþjóðlegt að allir á sama tíma og við myndum fá samdráttinn sko eftir Kárahnjúka að þá væri mann ekki nákvæmlega hvernig það var minnir þetta hafi verið sko 8 af 12 stærstu bönkum Bandaríkjanna og 10 af 10 stærstu bönkum Bretlands sem að voru ógjaldfærir á sama tíma það var kannski aðeins meira en menn bjugust við og svo það líka þannig þegar verður einhver svona risastór atburður óvæntur atburður það var það vegna þess að menn ekki sjá það fyrir og það ekki sko fyrir sjáanlið það eru alltaf einhverjir sem að því ekki að segja þetta og svo getum við þetta dilt þessum það vegna þess að þið voru svo klárir eða verðins þið voru svo heppnir og svo einhverjir sem alltaf neikvæðir sko að gera þetta en þetta sko, og svo sá ég líkingutíman fyrir lengur síðan sko að þú spyr venlega mann hvað worst case scenario á einhverju þá það alltaf svona tvö staðfrávik frá væntinni ímyndan okkar bara ekki meira en svo og þannig að þetta var miklu harðar heldur áttu voru Sko það hefur alltaf verið talað hann danski hagfræðingurinn, hann hafi séð þetta fyrir Já, ég var svona vonað þú veist það var nú reyndar eitt hérna hjá okkur sem var búin að benda á þetta í apríl 2000 Nei, ég meina þetta sá þetta ekki Nei, og ég hitta hann reyndar aldrei ég reyndar henni svona hringi í hann og reyndar að fá fund með honum sko á þessum tíma Lars sko, ekki en ég hitti Richard Thomas nokkur sinnum sko sem var hjá Merrill Lynch og hann var miklu meira með þetta en Lars var bara meira sko hann og félagann sem man ekki hvað heitir og sá hættir reyndar strax á Danske Bank og fór að vinna með sjálfstættar ráðgjafafyrirtæki eins og Lars reyndar búin að gera núna en hann skrifaði svo og aðra skýrslu eða svona rannsóknarritgerð bara þessi vandamál sko vaxtamuna viðskipti og heita peninga og hana slíkt sko sem var mjög góð en síðan var það Richard Thomas hjá Merrill Lynch sem var maðurinn sko hann var ég átti tölvöld miklum samskipti við hann sko og hann var mjög klára en ég held að hann hafi reyndar ekki séð fyrir að skellurinn er svona harður heldur en hann benti á ýmsa veikleika í kerfinu þannig að ég sko ef ég á velja á milliramanna þá finnst mér síðan þá er ég að segja ég er mikill Richard Thomas maður ekki Lars ég er ekki mótið Lars hvernig upplifið þú samt fyrst við erum byrjað að tala hrunið bara örstuð til viðbót hvernig upplifið þú þetta sjálfur ég meina þetta hefur væntanlega komið svona í baki á þér líka eins og flestum já þetta var gríðalt högg og hverju kendur að þú hafur ekki verið nógu þú veist bara með ársreikningin á hreinu eða hvernig Nei, ég veit ekki ársreikningarna ég hef ekki verið mikið að kenna ég menna þetta bara svona þetta bara gerist og þú bara og
Íslenska þjóðin náttúrulega hefur verið mjög, eða var tíma allan ákveðin hlutin mjög upptekinn að hruninu og stundum þetta, má vel vera með introspektív og annars líf, sko, en aðalatrið bara þetta, að hlutinir komnir á þennan stað og svo bara spurning, hvernig halda áfram hvernig bara fyrst sko persónulega maður lendi í gríðanlegum sko fjárhagskrökum eftir þetta sko og þá spurningin og hvernig halda áfram að sjá fyrir fjölskylduðinni og svo halda áfram að byggja gott líf og síðan þetta bara þetta er bara þungskref fyrst og svo bara heldur þetta áfram og svo ef maður verður ekki fyrir fleiri áföllum eins og ég var allan ekki og svona gæfani með manni og allan að maður er laus við ólánin og þá bara heldur þetta áfram Eitt áður við tökum og lokum hrunna áður við spólum síðan aftur tilbaka fram að hrunni náður að borða gull í allir upprisunni Var þetta tjöfullin? Nei, ég aldrei Glemdum að spyrja Helga þessu líka Aldrei frista mér að geta gull sko Ég held að Heiðar sé eini sem hefur komið og semst að borða gull Já, hörðu, þá eftir hrun Var ekki Jón Björnsson líka? Það var einhver einn í viðbót held ég getur verið áður en við höldum inn í það við ætlum að fara náttúrulega að spóla núna við erum miklir baksýnis aðdáðandur sko áður við með samstagsæðala sem við ætlum að koma og ég ætla að byrja á Jómfrúnni hún byrjar að krafti á 9 ári ég er alveg nokkuð vissu það þú væntanlega hefur gaman að þið sittast niður á Jómfrúnni eða hvað en þess að ég sagði ég bjó í Danmörku og mjög mikið fyrir smurbrauðsmaður og frábær matur hjá Jómfrúnni einhver svona réttur sem þú sækir í sem svona eitthvað sem þú lærir í Danmörku sem að Íslendingurinn kannski ekki að sjá á matselunum hérna heima Það er einn réttur sem þeir eru stundum með þarna og sem er svona verður að segja algjör guilty pleasure hjá mér og það er állinn Það er einhver besti matur í heimi en síðan las ég bókin álinn, ég man ekki það er sænsku rithöfundur sem skrifa hana og Þórdís Gísladóttir þýddi hana frábær þýðing sem kom út bara fyrir örfám árum síðan og ég man ekki heitir eitthvað állinn furðulegustu fiskir í heimi eða eitthvað slíkt og er bara sögu álsins og þetta furðulega dýr sem getur orðið 200 ára gamalt og og er í útrýmingahátíð þannig að þetta er, ég fann alltaf samvinskupið að guilty pleasure en þetta er algjörlega frábær matur og svo er ég mikið rifjasteiksmaður Állinn rifjasteik og hvítt maður 2005 ár álsins á Jómunni Ég er að ná skemmtilegt matselun þetta er falin perlagrein Jakob Rístok, það verður sett eitthvað á ál í janúar það eru margir að fara að smaka þetta Þökkum Jómfrúnni fyrir, ég vil koma inn á góð leigu líka að við erum farin að tala fyrir því að leigja bílinn frekar en að kaupa hann, það er dýrt að halda þessu við og góð leiga dekkar náttúrulega allan fjandan sem tengist bara viðhaldi og öðru tryggingar, þjónustu skoðanir bara almennt viðhald, dekja þjónusta, smurð þjónusta ég veit ekki hvað er ekki á þessum lista Það er best að þeir taka á sig sjóakostnaðinn Hvað segirðu? Bílalegan Þá smyrjum við því bara inn í leiguna Það er kaskóið farið inn á gólega.is kynni eitthvað tilbúðin sem eru og ekki langtíma lega og þið fáið 10.000 króna afslátt eða þið setið inn pingjan í athugasemd þökkum þeim fyrir að lókum hafið bara benda á það, þú veist, byrja krafti líka þar á 9 ári, nú er það fiskurinn nú er það bara fiskurinn sem ætti að vera út alla vikuna Þorskur, in season búið að vera mikið sökur í jólin Hvað, ertu í hnökkunum eða ferði einhverja rétti? Uppáhaldi mitt er hrogn og lifur Hrogn og lifur? Og mér bara þorsklifur þetta er eitthvað besta sem ég fæ en svo þorsknakkarnir þetta er alveg frábært Með lifrina á það, ertu bara að setja þetta út á brauð með ólífólíu eða hvernig? Ég bara síð hrogn og svo lifur og stappa þessi gjarnan saman og eða bara borða lifrina sér og þetta er gamli skóli Ég veit ekki hvort ég geti mælt með þessu sko en prófi þetta endilega Þetta er alvöru og salt og pipar eða? Nei, þetta er salt og ég set ekki pipar á það og mér bara nýt lýsisbrassins Þetta er alvöru Svo er hrognin líka mjög góð þegar maður búin að sjóða út á daginn eftir til þess að bara létt steikið á pönnu
Þetta er frábært. Þetta er til í hafinu sko, þannig að þið getur bjargað ykkur. En þið með sín fisk, mér sann líka opaslokur. Já, ég held að sé í bóði hérna til vinstri þegar þú labbar inn. Það er sín og reyktur og hérna sleiktur og allt þetta. Verið duglega í hafinu, kæru hlustendur. Ég ætla að koma samt örstutt inn á myndkaup líka að lokum, því að þú veist þetta mun leið af sér sko. Myndkaup við þekkjum þetta náttúrulega, þetta er bara hérna frábær innviður núna inn í rafmyndindar. Það er búið að vera mikill uppgangur þar. Auðvelt að kaupa, Tóti, fyrir þetta yfir að undir 100 meðaltali á árinu, Bitcoin. Mér langaði eiginlega að spyrja þig bara svona út frá þessu, myndkaup hérna, eða bara rafmyndir. Hver er þín afstæða til rafmynda almennt? Ég bara hef enga trú á þessum. Nei, þú er enga trú. Nei, ég til þetta að vera meira með klæðbrif, en auðvitað meðan fólk hefur trú og það er innstreymi í þetta, þá hækkar þetta og hérna, ég veit ekkert hvað það getur haldið áfram að hækka lengi. Getur við alltaf áfram að hækka lengi en sko Bitcoin þetta er í rauninu ekki sko eign, þetta er ekki tekjuberandi hlutur og þetta er ekki orðin gjaldmiðl en ef þetta yrði annað þessu tveggja þá gæti orðið þar þetta er ekki greiðslumiðl, fólk er ekki að nota þetta í viðskiptum í neinu teljandi mæli. Djúvill margir reiði núna maður. Já. Þannig að ég er ekki að sjá þetta en hins að segja það þetta er sko tæknin og bak við Bitcoin hvað þetta er öruggur staðall og annars slíkt þetta er algjörlega þetta er heillandi dæmi og eins og ég segi alltaf með þetta fólk sem er í Bitcoin sko ég bara óska ykkur allsins besta en ég kosa að vera ekki með. Eitt hérna, þú sagðir í byrjun þetta er keðjubrif, hvað áttu við með því? Vegna þess að virðið helst á meðan það kemur alltaf inn koma alltaf inn nýjur og nýjur. Er þetta ekki líka kallað hérna eitthvað Greater Fool Theory? Jú, að hluta. Jú, en ég er svo kurtis að ég kallar þetta Já, við erum svona en það er heldur ekki neitt sérstu kurtis. En ég meina fyrir þá sem eru svartsýnir, það er auðvelt að selja á myndkaup líka. Ég meina þetta er bara eins og með allt annað, það þarf trú og þú veist og lagalegt umhverfið þetta líka hjálpa til og annað, þannig að hérna fólk má hafa sína skoðun á rafmyndum en hérna og ef að fólk er ósátt við að skoðanum mínir þá getur við að hugga sig við það að ég hef kerfisbundið rann fyrir mig núna í nokkur árum en það breytir ekki skoðum minni. Já, þið heyrið það, tróðið sokk upp í Tóta að farið inn á myndkaup og verslið ykkur hann er að fýra upp í hlustendur núna Herðu, við þökkum myndkaup kærlega fyrir frábær staður til að versla rafmyndir samþykkt af FME líka til að það komið fram. Herðu, ok, nú held ég að sé bara komin tíma að dempa okkur aðeins í þetta. Hvað er að byrja, Yldi? Þú svona ert búin að vera á vökunni. Já, ég náttúrulega senda á þig alla punkta, sko það er best taka smá sögurskýringu, köllum þetta árdaga hlutabréfamarkaðsins og svo bara ræða einstaka félög. Svo væri líka gaman að fá þitt take því að þú ert náttúrulega, við erum ekkert komnir inn í að hvað Tóti er að gera í dag eða hvenær hann fer inn í sjó á, en væntanlega með stærri fjárfestum bara á hlutabréfamarkað á Íslandi. Að fá upplifunina sko bara hvað var öðruvísi þarna sko en bara svona til að gefa fólki út því að við höfum nú ekki tekið þetta fyrir áður en við kannski byrtum glósunar íslenski hlutabréfamarkaðurinn HF er stofnaður 1985 og það var, þetta er quiz, trivia þú er kannski búin að sjá þetta, Tóti, verður klár þegar hann er stofnaður 1985 þá var kaup og sal á 4 félögum vil ég giska hvaða félög það voru? Getið þið? Ég er búin að glugga í þetta. Var 1985? Já. Ég er bara fyrstu skráði fyrir því voru 92 ekki satt sem að voru Ólís og Æslandi. Það kemur inn á verðbréfaþingið. Já, verðbréfaþingið. Já, ok, bara markaðan. Það var markaður sem hét hlutabréfamarkaðurinn HF stofnaði 1985. Já. Kaup og sal á 4. Ég get gefið ykkur hint. Skip. Já, rétt. 1. 85. Vísbending Flugleiðir Iðnaðarbankinn svo Verslunarbankinn og Hampiðan komist stuttu seinna en þetta er rétt hjá þér, það er síðan þegar verðbréfaþing Íslands er stofnað sem varður síðan að Kauphöllinni að menn fara að byrja að skrá sig inn á verðbréfaþingi og það var ekki fyrir 1990 og þá kom Ólís fyrst og það var eina bréfi sem gafst versla með í tæp 2 ár þar sko svo 92 þá er eitthvað annað stofnað sem heitir opni tilboðsmarkaðurinn og mér skilst, þú ert svona hérna engisbrettan á fyrir þetta þegar við erum í einhverju kjaftaði þá stígur þú inn og leiðir eftir sko en mér skildist að þetta var hinn eiginlegi kúrikamarkaður opni tilboðsmarkaðurinn þarna kom menn inn fyrst
áhugaverða þarna að það voru engar reglur hlutabréfin sem var skráð eða upplýsingagjöfuna og þá talaðum að það var engin neytendavernd þannig að þarna svolítið svona fekk hitt og þetta lifa en þetta náttúrulega allt áður en að þú ert byrjar að vinna hér á landi þú ert úti þarna, manstu eitthvað eftir þessum tíma eða? Já, ég man svolítið þessu tíma og svo ég lesum að tíma og reyndar áður en að þetta kemur þá var ég hvað það var, þú veist að þá voru hlutabréfaviðskipti á Íslandi, þeir voru bara ekki á skipulum markaði. Mér minnir að það hefur verið, hvað er kallað kaupþing Landsbankans sem að var og voru einhver svona viðskipti og svo man ég að það var einhver Aron sem að var Aron í Kauphöllin sem að sá svona þannig að þetta var alveg en þú veist Ísland, þið bara trúið ekki nema fara að skoða þetta Ísland þannig á þessum tíma var algjörlega lokað hagkerfi og var ég man ennþá eftir því til að mynda að það var til fyrirbæri í Íslandi sem var kallað okurlánarar og það er vegna þess að vextir, það er að segja að þú fékkst lán í banka sem þú fékkst ekki og bankarnir voru allir ríkisbankar og þessi tíma fékkst ekki lán í banka nema í gegnum pólitíska fyrirgreiðslu og raunvextirnir á þessum lánum voru massíft neikvæðir þannig að á þeim tíma var sannarlega lána var lán en fólk sem að vildi ávaxta sparnaða sinn og fólk sem að var með arðbær og raunveruleg verkefni til þess að fjárfesta að það leituðu til manna sem voru kallaðir okurlánar og voru með dæmdir fyrir okurlán í Íslandi þannig að hagkerfi alls saman var gríðarlega óhagkvæmt það var gríðarlega offjárfesting í hverskins pólitísk vinnveittum iðnaði og það sem þeir beindu peningunum eins og þeim tíma fiskeldi, loðdýrarækt og ég veit ekki hvað Hvað var svona stærst á þessu tíma? Ég minna að það var álframleiðsla og fiskurinn og hvað svona einhver annar stólpi voru ekki byggð bara fleiri tugum bændur til dæla stöðum tíma loðdýrarækt var bara eitthvað sem var bara það var alltaf, menn voru að finna eitthvað svona nýja tísku og til að gera og fjármagnshöftum á Íslandi er ekki lyft fyrir 1995 og bankarnir voru þetta bara ríkisfyrirtæki fram til cirka hvað var það bara 98 eitthvað slíkt og bankarnir voru alltaf á hausnum og það var sett inn og þegar ég held að þessi síðast 98 sem að ríkið setti inn peningabæði í Búnaðarbankan og Landsbankan bæði út af lífeyrisgreiðslum og öðru þannig að þarna er að verða gríðarleg breyting á atvinnulífinu og þá koma fram þessi opni tilboðsmarkaðurinn og síðan verðbréfaþingið og keppnin var alltaf að reyna að fá fyrirtæki inn á skipulaga markaðinn verðbréfaþingið og hún skrifaði reyndar til landsíðan las þá reykjað en eftir Elínu Guðjónsdóttur ég held að finna hana bara, ég held að hún sé hagfræðingur í Seðlabankanum en það er að finna eitthvað lokaverkefni þar sem hún rekur þessa sögu og ég held að finna held ég inn á Skemmunni þannig að háskólanum dyrkuð á síðu svo hvort hún skrifaði með þetta í peningamál ég mann ekki alveg en allavega þá er byrjað að fara í það að í raun og veru að minnka kröfurna til þess að reyna að lokka fyrirtækin inn á verðbréfaþingið og þess að við erum ofta að sjá þetta í dag til að mynda þess að öll þessi skaráningagjöld og annað slíkt að verðbréfamarkaður í Íslandi er auðvitað óþarlega dýr þetta er alltaf mikið og spurningum mikla kröfur þarna var þetta list þannig að það voru minnka kröfurnar og fyrirtæki fengið inn og þannig að verðbréfamarkaðurinn þarna strax á sinn þátt í að kannski svona endurskipuleggja atvinnulífið þarna gátu fyrirtæki sem að menn töldu allan að hefðu góða framtíð gátu farið og sókt sér fyrir
Já, akkurat. Þannig að þessi að vilda vestrið, ég hef þessi, eflaust hefur verið eitthvað þessi slíkt element, en það allan ekki sanngjönd eftirmælu markaðin. Nei, þú veist líka bara hagkerfi á þessu tíma, 60, 70, 80, það var allt í hassi sko. Já. Maður heyrir bara frá foreldrum og annað sko, þetta hefur verið alveg hrikalegu tími. Mér langar að slá á eftir að hyggja alltaf. Svona fyrsta fyrirtæki sem að vakti kannski smá kurr. Softies með hugbúnaðin Lewis þú ert nútið þegar þetta gerist, við getum ekki skrifað þetta á þig en varð eiginlega frækt út af auglýsingu sem að Kaupþing skilst mér stóða baki og jú, þeir eru skrifaðar þá auglýsingu það sem að var sem sagt verið að blása upp bréf í félaginu eða bara verið að tala velgengni hlutabréfana og þetta var auglýsing sem varð síðan á endanum gagnrýnt á þessu tíma þar sem sagt var vitaður mann sem seldi bifrið sína til að kaupa sér hlutabréf í Softies og daginn eftir átti hann andvirði 2 bifreiða. Svo voru mjög villandi framsendingar með hvernig hlutabröðin höfðu þróast og fleira. En bara til að segja aðeins frá þessu félagi líka, því að það var tekjulaust á þessum tíma. Það er skráð á gamlarsdag 1992, hvað er mörg ár síðan? Það eru 32 í dag. Já. 33 í dag í rauninni. Já, skráð, genginu 8. 3 mánuði síðar er það komið í 29. Fyrir 32, þá birtist auglýsingin þannig að þú veist, þá hefur verið að tala þennan ágæta mann sem seldi bílið sinn og á 2 og ég held að hafi verið innan við 2 ára síðar þá er það gerist að félagið kemur var í raun ekki með vöru og endanum var félagið leyst upp þá kom í ljós að þessi byltingakennda hugmynd sem höfðu var að aðskilja vinnslu frá viðmóti þannig að hægt sé að tengja saman ólíkar tölvur, stýrikerfi og forritunarmál Það var áhugavert að sjá í dag hvernig svona auglýsing er tækluð. Já, það var meiri að tekja á þessu þarna en það reyndist í rauninni Symantec sem held ég ennþá til frá San Francisco sem í rauninni bara leysti þennan vanda áður en að þeir voru komni með hugbúnaðin Lewis á markað sko. En þetta var svona fyrsta hvað má segja, kannski hafarið í kringum það sem að skorti neytendavernd og Kaupþing voru nú gagnrýndir þarna fyrir þessa manst eftir auðlýsingunni? Ég man eftir, ég man vel eftir þessu og svona auðlýsing er klassík ansi oft en í þessu þá er þessi klassíka saga og neytendavendin ég held að ég er ekkert viss hún hefði komið í veg fyrir þetta en það sem hún hefði hins vegar gert er það að fólk séð á allan að meðvita sem er að taka áhættuna menn þess að ég sjá þarna er ykkur risamarkaður því að menn telja og hefur eflaust verið óvissa prótút hvað er verðmætið og en það sem er auðvitað svo verra er að menn eru auðvitað bara að treyta í algjörri blindni og þetta er svona kannski einhvers konar blanda af þetta er raunur óvissara heldur en svona sportsbetting heldur svona meira því að versla meira myndir En sko þó að þetta hafi verið kjaftsök þarna 93-4 þegar þetta byrjar að lækka og fólk átt sig að tapa á þessu þá var það samt þannig að þarna var verið að skrá 6 félög á ári fram til 96 þannig að það eru uppgangur og maður hefur heyrt alls konar sögur, það var verktakafyrirtæki sem ég held Hamarsfell, fóðublandan var skráð á markað þarna og fleira gott. Svo komuðu til, getur ekki bara farið til 96 þegar Ós, Decode, Netverk og fleiri, það er svona árdagar svona upprisan en bara eins og þú segir að þú kemur heim og byrjar að vinna fyrir Ós ég er með tímalínu japanska samsteypan Nippon Investment and Finance var að leggja fé í Ós 96 og árun og undan höfðu sendt tævanska fyrirtækinu Dynalab 5% hlut á 32 milljónir hvernig var stemmingin þegar þú ert í Ós? Er þetta 100 manna fyrirtæki eða? Ég ætla ekki svona nær 50-60 myndi halda þetta var gríðarleg stemning bæði þar og í raun og veru alls þar í þjóðfélaginu og í heiminum í raun og veru og þarna þetta er í raun og veru rétt áður en það sem hann síðan að kalla netbólan sem var auðvitað bæði mörguliti það var mörg svona spektakular dæmi bólur þar en auðvitað líka einn stærsta atvinnubylting sem við höfum hort upp á og síðustu áratugi
og þú veist, það bara ríkti almennt mikil bjartsýni í heiminum. Þessi Berlínarmúrinn féll 1989 og svona sama tíma þessi sem að þýði það allir vinnumarkaður austur Evrópu opnast og markaði þar á sama tíma þarna þess að þá er byrjað að sjá sko Kína fari átt að frjálsræðisátt og svipaleiti þessi líka á Indlandi og í heiminum að þá var mikið talað um það sem að kalla því peace dividend eða fríðarargreiðslan þar að segja ríki heims voru farin að minnka verulega útgjöld til hermála og þessi fjárlagahallinn var víðast hvað að minnka þannig að það var bara gríðarlega bjartsýni ef við horfum svo þess bara atvinnuvegabyltingarnar að þarna þess að opnast þessi sko net og allir þeir möguleikar og þó kannski fara aðeins fram í tíman en þess þarna upp úr kannski þess 95, 6, 7, 8 þess að þá var sífellt verið að skrá fyrirtæki hvað þess Netscape, Yahoo og mörg fleiri og þetta voru fyrirtæki sem kannski fimmföldust á fyrsta degi og nú á Íslandi að þá eins og við fórum yfir að þarna sko verðbréfamarkaðurinn að opna fyrst og margir að stíga sín fyrstu skref og margir þekktu þetta frá útlöndum menn að Svíar eru það sú þjóð sem að hefur farið í gegnum sko, Svíþjóð hefur farið í gegnum sko efnahagskreppur og atvinnuvegakreppur sem eru jafn slæmar og Ísland en þeir eru ennþá sú þjóð þar sem að eign á hlutabrifum hvað almennist meðal almennings og þetta er því miður kúltúr sem okkur hefur ekki ennþá tekist að búa til á Íslandi en þarna auðvitað að vera að stíga sín fyrstu skref og fólk dregur að sér allar þess að ströyma utan og þá kannski ekki heppilegt að annars vegar ert að taka sko, sem þjóð að taka fyrstu skref og hins vegar ert að fara inn í mikla bjartsýni þannig að og það er alltaf þannig að sko hlutirnir að þeir virðast vera miklu heimskulegri heldur en kannski þið voru nákvæmlega fyrir þessa og ég er ekki að segja að þetta sé gáðast og ég er ekki að ég veit ekki Lewis hugbúnað en ég var að hugsa daginn þegar þú hafði samband við mig sko þess meina ok, ef við horfum tilbaka þess á netbóluna að jú, það var ótrúlega sturlaðir og heimskulegi hlutir í gangi en síðan ef þú horfir á successuðurnar að þessi fyrirtæki eins og náttúrulega Amazon og Bookings og eBay og hvað þeir heita sko að þá er ekki jafn ljóst að sko heildarkakan hafi verið jafn vitlaus og einstök dæmi og það eru alltaf með sko fjárfestingar þegar þú ert í svona sprótafjárfestingum og að sko failure rateið er svo rosalega hátt að sko og sko þess í dæmigerðin sjóðum sem eru kannski með risastóra eignasöfn þá er þetta kannski 1-2 fyrirtæki sem að halda uppi allir áherslu sjóðsins með því að markvaldast meðan hitt meira og minna allt sem hann rúlar þannig að ég veit ekki sko með þetta en eins og þið nefnið og svo ég kannski haldi hans áfram og þú ert að nefna að það sem að varu þetta óvinnilegt við Ísland það var það að sko þetta var ekki bara almenningur heldur voru þetta líka stóri stofnanafjárfestar sem fóru inn í þetta og sérstaklega náttúrulega ríkisbankarnir sem að á þessum tíma komu inn í Decode og svo var svona og netverk og fleira við vorum bara þú sendir á mig fyrir þáttinn gamla frétta netverki og þá var Landsbankinn, hann fjárfesti hvað var ekki 770 milljónir og árið 2000 og við vorum að reikna, vorum að fletta því upp að eigið fyrir Landsbankans var þá 10 milljónar 13 miljardar rétt rúmlega og þannig að þetta var yfir 5% að eigið fyrir bankan sem að gerði og það væri svona svipað og að Íslandsbanki, Landsbankin eða Arjónbanki myndi fjárfesta
10 milljarða í dag eða meira í fyrirtæki sem að hátt í 10 milljarða sem hefði aldrei haft neina tekjur sko. Settið í þetta hlutvall, þá þetta alveg hróttalega peningur sko. Já. Engin vara og enga tekjur Nei, þannig að þetta varu þetta það var gert alveg fullt af mistökum og sumtaði glanskapur það var líka saga við alltaf verið og sem ég held ég rétt og flettinum þenni upp að Moody's gaf út skýrslu lánshæfismat á skýrslu á Landsbankanum minnum alveg 1999 þar sem sögðu það, þetta er traustur og velreiki banki en við höfum áhyggjur af því að þeir séu að missa af nýjungunum í netframförum og þeir tóku því þannig að þeir fóru út og keyptu upp í tæknifyrirtækjum Já Akkurat, en líka bara svona þannig að komið fram að það er auðvelt að horfa tilbaka og segja að það verið heimskulegt það er alltaf auðvelt að gera það sko. Ég held að ástæðan það var líka margt heimskulegt en ég segja að fólk hafði sínar ástæður sem tíma en við vitum núna að það hefði ekki góðar ástæður og þegar við horfum tilbaka að kannski þess hefði það mátt vita En það er líka annað þannig kvótinu King Skúla Mógensen hann taldi að gagnrýnivert þarna á tímabili að þeirra ós fyrir hlutafjárreikningu á upp á 2000 held ég þá kaupir held ég Landsbankin oppan af bréfunum sem að þeir síðan fleyttu út í verðlag 6-9 mánuðum síðar þannig að þegar þeir eru að skrá sig þeir voru ekkert með framsalskvöð á því að bankin geti keypt bréf en þá var bankin náttúrulega bara fleytt út á almenning sko. Þannig að svona kannski seinni tíð þegar maður skoðar þetta þá er það kannski hegðun bankana frekar heldur en eitthvað annað sem að og því að við erum með félög í dag sem eru ekki búin að vera tekjuberandi eða með markasverð upp á marga milljarða Amarok, Oculus, Alvo þú veist þannig að maður sér þetta það er kannski bara almenningu tók meira skellin þarna upplifum maður sko Já, það var þetta líka þetta kannski það vantaði þess að kúltúr og þess að hefð og þess að menn standa rétti sínum og svo man ég líka eitt að þegar ég var að læra lögfræði hlutan í vistafræðinum mínu að sem margir áratugir síðan og ég aldrei gefið út fyrir að vera lögfræðingur en þá man ég alltaf að það var sko í reglum verðbréf að það voru ákveðni margir hlutafar þá yrði fyrirtæki að fara að hægða sér eins og skráð fyrirtæki og það sem við sáum þetta þarna og sem að ég held að kannski hafi verið verst þarna að það var það að fyrirtækin voru mikið að það yrði verðbreytinga það var að treyta út á þessum annars vegar orðróma og svo hefur þetta hins vegar bara sögur innan úr fyrirtækjunum mikið að bréfin fór til starfsmanna sem að síðan voru virkir á markaði áttu virka vínumarkaði og vegna þess að fyrirtækin voru ekki skráð og þá voru ekki með þess að ferla í lagi og þá var ekki starfsmönnum imprentað að hegða sér eins og skráð fyrirtæki var að ræða og það er fyrst og fremst það sem að ég til gagnrýnivert sem að þá að það er ekkert jafnræði á meðal fjárfesta á þessum markaði og því miður að þá er ég bara að segja að ég held að það sé bara vandamál sem er ennþá til staðar í dag við óskráð fyrirtæki en þessi grái markaðurinn, hann hvarf aldrei þessi menna við sáum bæði fyrst með CCP þar sem voru mikið viðskipti og mikið drifið áfram af rúmurum og svo þetta kontrollant Já, einmitt og þannig að og kontrollant fyrirtæki sem var komið yfir 300 hluta var sko mörgundur hluta og búin að leita til almennings og auðvitað eiga stjórn og stjórnendur slíks fyrirtækis bara þó var ekki nema bara eigin sjálfsfyrðingu að hegða sér og imprenta fyrirtækina að hegða sér rétt eins og skráð fyrirtæki væri að ræða og kannski annað bara til að skella aðeins skuldin og softis líka að stjórnendur seldeila flestir í 30 án þess að það hafi komið fram þannig að svo þegar þetta byrjar að tanka þá er náttúrulega auðvitað og þú veist það er náttúrulega bara Já, kannski pínu og þú að stelpa hann hvað á sjó á mikið í því koini Þetta var mjög skemmtilegt sem Þórður var að segja en við þurfum því miður að aðeins að kötta á þetta Þórður er partykall Hann er partykall Ég veit alveg að hann setur bindið á ennið í þessum partíum með sjó á Já, hann veit að þeim og þrjár tölur niður og eins og með sjó á allir konum er nóg að fara eitthvað út fyrir vinnustæðin keila, minigolf, paintball, hvað þetta heitir Hvað er við partí á vinnustæðin? Rentapartí, þetta er fjörefli þú fær mismöndi afturrengu, það er að keppja allir mannskotanum bortinsport, ég myndi vinna þig Beerpong, þú myndi vinna mig Píluspjald, ég myndi vinna þig Cornhole,
Þú ert reynda cornhole kongurinn. Cornhole, byrju, hvað, er þetta eitthvað svo glory hole pæling? Já, þú ert glory hole kongurinn. Axakast, ég myndi vinna það. VR-gleru, ég hef séð í þeim. Þið tókið. Bingo, fjörefli áskrift. Rentaparty kemur til ykkar. Herðu, það eitt nýtt sem komið hjá Rentaparty. Hljóðgestabók. Þetta hefur ekki sést á Íslandi áður. Hljóðgestabók? Já, það símaklefi sem hægt að fara inn í. Þetta aðalega til brúðhjóna, en það hægt að gera þetta fyrir yfirmenn líka. Þá kemur Rentaparty með símaklefa. Þú tekur upp hljóðskilaboð sem svo tekin saman og hlustað á eftir. Þetta geti orðið þungur mánudagur. Þannig að þú veist bara svona Þetta er þetta geðveik pæling. Já, símaklefi, fyrst skipt á Íslandi. Þau eru komið með þetta fjörefli í áskrift Rentaparty. Herru, ég vil koma inn á Teygja líka áður en við gefum Þórði aftur orðið. Yngvi, ekki láta bukta á að beygja. Veldu Teygja. Rétt. Og þetta er orða sönnu vegna þess að þjónustustigið þarna er yfirgengilegt. Nánast óbóðlega gott. Íslensk þjónusta, eitthvað sem fari ekki hvað sem er. Nei, ég segi það. Skjót afgreiðsla, skjót greiðsla líka. Hægt að hringja. Skjót afgreiðsla og greiðsla. Daginn eftir. Fær borgað. Allir sáttir. Fyrirsjáanleikinn alveg í ruglinu, nánast óbóðlega góður. Já. Þannig að við mælum með Teygja og þökkum þeim fyrir samstarfið, sömuleiðis Rentaparty og nú ætlum við að gefa Þórði orðið. Þórður, gjörðu svo vel. Ertu oft með bindi á hausnum þegar að en svo líka, þú veist, það gjöfult þetta tímabili upp og það að við sjáum fyrirtæki eins og Össur, Pharmaco, Marel, Bakkavör, fengu vind í seglin, fengu áhættufjármagn og ná að lifa af í rauninni bóluna sem springur, sko. Þannig að Já, ekki bara það, þú veist, og já, við nefndi Pharmaco, þú veist, þannig að við erum að sjá fyrirtæki, Össur, Bakkavör, Pharmaco, einhver fleiri, þetta er nú svona fyrirtæki sem að ég kom nálægt þeim öllum á sínum tíma og þetta var fyrir, á þessum tíma, þú veist, meðan þessi áhugi var á markaðnum og gríðarleg þáttak almenning, svo mikill áhugi að þá gátum fyrirtæki sem að voru alla mælikvarða, mjög lítil alþjóðlega mælikvarða, með minnir að við höfum fleytt Össuri á markaðsvirði í kringum 4 milljarða eða hvað það var minna á Íslandi. Slíkt fyrirtæki, það væri engin markar þar sem að þetta væri heitast í stokkur. Þetta væri bara eitthvað penny stock. En það gerði einn kleift að geta farið og keypt fyrirtæki út í Bandaríkjunum 2 og gerði það stærri og þeir urðu raun og leiðandi í samþjöppun í atvinnugreininni þar. Bakkavör leik sama leik með því að kaupa fyrirtæki í Svíþjóð og svo í Breitlandi og ég er enn þann dag í dag mjög stönduð og ég held að sé bara einn aðal matvælaframleiðendum Breitlands. Snemma kom þið til Kína líka, voru eitt stærsti íslenski atvinnuveitandi í Kína. Já, og meina og svo svo Pharmaco og svo má segja með Delta líka þeir náðu að fjármagna sína starfsemi Pharmaco keypti sem miklu versmiður í Búlgaríu og Delta byggði upp starfsemi sína og á Möltu og síðan keypti þeir fyrirtæki í Bandaríkjunum og víðar og meina síðan voru þeir svo keypti þeir stórfyrirtæki var ekki í Kanada og síðan verða þeir í raun og eru þeir keyptir og verða eitt af hryggjarstykkjunum í Teva sem er langstærsti samheitalyfjaframleiðandi í dag. Þannig að þetta, þú veist, það náðist þetta alveg gríðarlega mikill árangur og kannski líka aðeins bara út í svo ég taki aðeins þáttastjórnunina. Já, eitt sem við megum ekki gleyma að það var frumútboð bankana. Og engavæðingu engavæðingu Búnaðarbankans sem ég held og það mátti ennþá skila inn á faxi. Það er á 10. áratugnum það er 99 og þar taka 90.000 manns þátt í 250.000 manna þjóð á þeim tíma og þetta var svo mikið mess að ég held að það að sjá hluthafaskrána í Búnaðarbankanum, ég held að
þannig að 2 eða 3 starfsmenn bara hætt bara þau síðan ekki klára þetta það var ekkert CRM-kerfið fyrsta kulnunin og það bara tók einhver 2 ár að koma sína og þarna voru svo í Landsbankanum var 20-30.000 og FBI einhver 10-15.000 og svo voru önnur fyrirtæki eitt tölvufyrirtæki sem var Skýr og það tók líka alveg gríðarlega tíma að vinna úr því og þarna allir sem tóku þátt í þessum útboðum græddu og það gefur þetta, það eykur áhættuþolið og sama tíma að spretta upp þessi óskráðamarkaðar og þá kom þessi fyrirtæki eins og Netverk og EJS, Vindorka Decode, EJS og Íslandssími og Vindorka og allt þetta og svo voru Íslendingar í einhverjum bygsi úti þannig að eitthvað sem átti að vera Skynet Telematics sem átti að vera staðsetningaþjónusta fyrir sem allir eru bara með í símanum í dag þannig að þetta var svona slatta dæmum og svo voru Íslendingar þar að auki í stóri fjárfestar í svona einhverjum venture fjárfestingum erlendis, eitt sænstæmi letsbuyit.com og svo var annað fyrirtæki sem ég held alltaf að vera í skam sem ég Dalín ég har aldrei skilið hvað var sérhæfingin ég man það ekki en þannig að þetta var þannig að það er margt sem spila saman og þetta, ég myndi segja að ég held að komi meiri peningur út úr sem fór inn í þetta út af þessum fyrirtækjum sem ég nefndi áðan en ég vildi að það hefði komið meiri lærdómur út úr en gerði þess að ég sagði hann gerði ekki ég er allavega hérna með sögu af einum afa sem að lærði við sína leksju, þú manns kannski eftir þessu það var fræg saga af afanum sem hringdi milli fjármálastofnana til að ráðstofa fermingafé barnabarnsins til að kaupi Decode og hann lenti á ráðgjöfum sem mælti gegn því þannig að hann fór í næsta banka svo var hann allan að hjóla í bankan þegar þetta tapaðist allt þá höfðu allir aðrir hagnast á þessu annað í þessu sem þú kannski manst eftir var tapið þegar Raufarhafnarhreppur seldi sjávarútvegsfélagi Jökul fyrir 580 milljónir 1999, greiddi upp 300 milljónir skuldir en setti svo restin í Decode á $25 og var ekki sagt að þetta var eina vitið minna það einhver frétt var það ekki Decode, það var hellingsfjadrafólk í kringu það á sín tíma jú, þetta var náttúrulega alveg glórulaust og þess að var treytað með þetta og það voru enga fjárhagsupplýsingar það gaf ekki upp neina reikninga það var ekki eins og víta það var í Morgunblaðinu verði, nýjustu verði Jú, verði, en þú vissi ekki reksturinn og það var ekki eftir vita hvað var margir útistandi hlutir þannig að þú vissi verðið á hlutunum og vissi ekki hvað heildarverðið var á fyrirtækinu Já, það er búið að vita bara markaðsverðið bara en það sem að var úti vorum að þú varst að skella skuldin svolítið á bankana sem að Já, svona þess að meðlega ábyrg Jú, það er líka auðveld það er hvað sem er svo búið að margjarða þessa banka það geta alveg tekið smá til viðbóta en þá var það náttúrulega það að bankarnir síðan fjárfestu í Decode verulega upphæðir en gerði á móti enga kröfur að úr þessu yrði bætt skilur þeir kaupa hlutabréf í Decode og segja bara við erum að kaupa þetta og þetta er á sanngjarnu verði og þetta og annars lít en þeir notuðu ekki þá valdsitt eða bara þessi annars lít segja núna bara þá þurfið því að skrá ykkur því þeir að gefa upp reglur upplýsingar því þeir að koma upplýsingargjöfinni horf hjá okkur sem er bara sjálfsagður hlutur að allir grandvara fjárfest að gera og hvað þá bankar það var ekkert eftirlit með þessu á þessum tíma og þetta er 2000 árið, 99 Við ætlaði ekki 99-2000 Decode er skráð 2000 Við vorum með en hvenær komum bankarnir, mástu það? Hvenær kaupa þér? Já, í Decode Já, ég er með og þá voru þeir meðal annars Þeir voru búin að kaupa fyrir 2000 því að frumútboðið fer fram á Nasdaq í New York og þá voru hlutafar 6.000 þetta verið væntanlega annarkvort 98 eða 99 sem að bankarnir fjárfesta í Decode við manna það var FBI Búnaðarbankinn og hvað var Landsbankinn en þá tóku þeir sömu sveiflu með þeir kaupa stóran hlut og fleitaði síðan út á gráamarkaðin þar sem almenningur kaupi sig inn og þú komið flota á bréfin gegn þessum litlu upplýsingum sem vorum að ræða
og þeir sögðu að sem voru að skrá þetta á Nasdaq í Bandaríkjunum, þeir höfðu aldrei séð jafn marga hluthafa í útboði 6.000 kennitölu en við Nei, en það sko þyrfti í Bandaríkjunum allan með við sko þessa tæplega 40 ára gömlu lögfræðiþekkingu, ekki lögfræðings mína þá þeir alltaf þurft að hægða sér eins og skráð fyrirtæki að ræða og komið með marga hluta og fyrirtækin ekkert að lenda í því að komast í þessar stöðu þeir eru beinlínis að sækja fé til almennings eins og Díkótt þetta gerði og flest þessar fyrirtæki netverk og fleiri annað, þá skemmtilega að sagða samvinnuferði Landsýn þegar það var skráð, það reyndar eitthvað aðeins fyrir netbóluna þá svaf fólk í svefnpokum fyrir utan til að geta keypt hlutabréf daginn eftir Ég man ennþá eftir fréttin í kvöldfréttum sjónvarpsins stöðu 2 þar sem að viðtalið fólkið í röðinni og ég held að eitthvað svipa hafi verið upp á tvinni með fóðublönduna en þarna var bara það var gríðarleg stemning og fólk að koma inn og það þetta eins og sagt bæði í hlutabréfaviðskiptum og í laxveiði að það ekkert jafn óhollt að ganga vel í fyrsta skipti þá var það misskilur fólk að hvað þetta að jafna í mikið erfiði og kvöl og pína sko, en þá þetta bara fyllist fólki og ofumóð og aftur ég var nefnum það áðan til að mynda með písdividendi og náttúrulega sko að þess að við erum komið þarna til stuðuna ársins 2000 þarna sennilega 99 fyrir dávísitalan fyrsta skipti yfir í 10 stig og það bara gríðarleg stemning ein vinsælasta viðstöðabókin Dow 36,000 hún eftir að sko 3,6 faldast í 3,6 faldast í verði James Glassman og Kevin Hassett og Kevin Hassett held ég nú bara hann var síðast ég vissi einn aðal efnahagsráðgjöfum Trumps og þeir sögðu heyrðu áhættu álag hlutabréfa og skuldabréf sem equityriskpremían hún miklu hærri heldur en hægt að réttlæta með sögulegum sveiflum hlutabréfa þess vegna á hún að snarlækka og það veldur því að þetta hlutabréf eiga rúmlega þannig að þrefaldast og þá þetta bara svona dæmigerð sko svona hugsunaháttur í góðæris hugsunaháttur og þetta ítir og ítir undir bara maníu og græðki Hvað það, hétt hún Dow 34,000 36,000 er það ekki bara eins og Bitcoin í miljón aðtúða það sko svo fór Dowin í 36,000 hvað sennilega 2022 sko það eitt konsept sem við verðum að tækla og ég talaði nú við fellow heimspeking hjá þér og fyrir miðlar á þessum tíma hann talaði það var alltaf mest að gera á milli jól og áramóta í miðlunni og það var þegar þú varst að selja fólki skattaafslátt og þá var það þannig að ég ætla ekki að segja grunnleist fólk en bara einstaklingar og hjón hringdu inn beint upp í kostnað og keiftu fyrir skattaafsláttinn og ég fann nokkrar auglýsingar eitthvað sem hétt auðlindasjóðurinn eða ekki já taktu þess ávöxtun, tryggðu skattaafslátt og fjöldin allur af auglýsingunum snerist skattaafslátt hvað bara á mannamáli getur útskýrt fyrir okkur konseptið? Já, sko það var bara ég man ekki alveg hvernig afsláttur hvort að þú þurftir ekki að sko fekst að dreigi frá tekjuskatti þar sem þú varðir upp á ákveðnu upphæð sem var 100-200 skall fyrir hlutabréfakaup þannig hugsaði að einstaklingur kaupir hlutabréf fyrir 133.000 afsláttur miðastu 60% þeirra fjárhæðar eða 80 krónur er það þá bara þannig að þú veist þá er 80 krónur þá bara borgar ekki þá bara dregst það frá tekjuskatt og þetta var hugsað sem til þess að örva markaðin og sjáu þið byrjuð þessi auðlýsingi væntilega frá hvað svona 99-2000 sko Já, þessi er aðeins eldri þessi eru held í kringu 2000 Já, sér það 80 kallan eða þeist minna hvað ætli þessi króna sem að rýrna í virði minn ætli ekki svona 200-400 kall í dag eða 500 kall í dag sko verðlagsreikni vil átta Já, það ekkert ósvipa kannski frítekjumarki eins og það heitir í dag sko Já, nú virði en sko langflestið keyptu í sjóðum eins og auðlind sem að ég held að sé nú miklu leyti bara
stofninu til núna stefnir íslensk hlutabréf og eitthvað þessi sjóð, minna þessi sjóðir eins og íslenski hlutabréfasjóðurinn sem eiga sögu og þess langa sögu til þess á keldunni sko, þeir voru í þessu og þá var algjörlega fyrirsjáanlegt alltaf svona fyrstu 1-2 vikurnar í janúar þá hækkuðu hlutabréf eins að það var massíft innstreymi í þess að sjóði út af þessu þannig að ég held að mörguleiti þó ég sé nú ekki sko hlindur svona skattaafslætti eða fríndum þá held ég þetta hafi nú bara mörguleiti verið mjög vel hefnað síðan held ég þetta hafi verið fellt úr gildi út af EES-samningnum vegna þess að við vorum bara með skattafríðindi fyrir að kaupa íslensk hlutabréf og þar alveg ekki erlend og þess vegna held ég minnum með að þetta hafi lagst af en þetta svona Íslendingar sko við það er alltaf þessi bókstafstrú og við ákveðum alltaf að fara eftir nákvæmlega sko bókstafnum í öllu svona EES-dóti sko og Evrópudóti á meðan aðra þjóðir og sérstaklega náttúrulega það er suðrænu sko en náttúrulega nota bara þær reglur sem henda þeim þess að eðlilt Eitt hérna með út af því að þú varst búin að nefna Svíþjóð og maður hefur heyrt að nefna á með þáttökuna í hlutabréfakaupum þar Ertu að vera tæpur að er ekki einhverju svona hvatar að baki í Svíþjóð, þekkir það? Bara almenningur almennt? Ég held að þetta er bara löng saga og farsæl saga ég meina það er svona áhugaverð mér skemmtilegt að bókum hlutabréfamarkaði, hún er kannski ekki skemmtileg hún er bara tölfræði þulega, hún heitir Triumph of the Optimist og mann ekki nöfnið á höfundunum ég mann eitthvað Staunton og þau voru allir við London School of annarkvæmt London Business School eða London School of Economics og tóku ávöxtun verðbréfamarkaða síðustu 100 árin og þessi skýrsla hefur reyndar alltaf verið uppdateruð að þeim fyrst í gennum ABN AMRO og síðan síðast ég vissi Credit Suisse þannig að þetta finna þar á netinu og þá kemur ljósa sá markað sem skila bestri ávöxtun sænski markaðurinn og 100 ára saga og þá ertu bara raunávöxtun og í Svíþjóð hefur þetta alltaf verið gríðarlega kapitalískt land þó þeir hafi verið með öflugt velferðarkerfi þá ertu bara með langa sögu trausta stofnanaumgjörð og mikinn árangur það er formúlan og það er þetta eina ástæðan fyrir því að þáttaka almennings ekki meira en rumbari vitni á íslensku hlutabréfamarkaði er bara það að fyrirtækin hafa heldur ekki staðið sér nógu vel þeir bara hafi ekki verið að skila nógu mikillega arðsemi Fóru Svíar eins illa út runnu til dæmis 2008 Nei, fyrir þá var það sko 92-94 og það var alveg það var svakalega erfitt það var að vísa sko bankakerfi ekki nema 120% af verkri landsframleiðslu sænska bankakerfi en hins vegar þetta það sem að þeir gera að það er allt innlendi sko peningar og þetta fer allt í döðlur og það tók á mjög langan tíma að jafna sig á þessu en sem þeir gerðu síðan og Finnland fór ennþá verð út þau var náttúrulega bæði þessi efnaskrísa á Norðurlöndum og svo voru það missa Rússlandsverslunina sem minnir að hafi verið 40% af utanlandsverslun í Finnlands og Finnar hafa aldrei náð sér Finnland er bara þess fátækt ríki í raun og veru þessi miða við önnur Norðurlönd og sérstaklega þess að ef þú fer til Helsingi þá þykir hún þess glamurus við reyndar Helsingi ekki skemmtileg borg og ekki falleg en ok, og svo líka alltaf kaltar og bara leiðin sko. en margir hrifnir af því sem það var að gera þar en síðan bara leið og ferði eitthvað út fyrir Helsingi út og byggðina að þar ertu með það er bara mikið atvinnuleysi, félagsleg vandamál og litla atvinnubyggingu Finnar hafa reyndar lagt þeir náttúrulega voru með Nokia og svo reyndar mikið að fjárfesta í nýsköpun og annars lítið eftir það voru í dauðafæri þetta með Nokia en það hefur ekki lukkast þeim og kjarnan taldi svona misráðin hvernig þetta standa í nýsköpum þeir svona frekar vítilega að varast heldur en sem einhver fyrirmynd þess vegna áttaði mig fyrst á þess hvað Ísland væri í miklum vandræðum
gleymið ekki ennþá maður eftir hrun þegar að þáverandi einhver ráðherra Björgvin Sigurðsson sagði að við ættum að taka Finnland okkur til fyrirmynd shittur, við erum svona fucked sko en sem betur fer að það var okkur tekið svo vel Heyrðu, já, byrju, sko, við erum svona búin að dreipa á því helsta við langaði samt að út af því að þú talar að þú varst viðskiptablaðamaður á þessum tíma hvernig var að vera blaðamaður í þessu umhverfi á þessum uppgangsárum? Var þetta bara bilað að gera eða? Já, það er eins með blaðamennskunni eins og allt annað sko, ef þú ert með heilbrigða forvitni og ert dulur, þá er alltaf nóg að gera en þarna var það líka því sem var svolítið að þróast og mér fannst það óbúslega skemmtilegt og gefandi starf ég var mjög hrifinn af þeim og margir frábærir starfsfélagar á Vísturblaðinu eins og náttúrulega Óli Björn var náttúrulega ritstjóri og svo Sigurður Már sem ég held að komið eitthvað podcast líka frábær blaðamaður og mikil læri fæminn og svo Stefán Broddi sem núna bæjarstjóri í Borgarnesi svo tók við að mér Ásmundur Tryggvason sem við Styrkási og Garðar Úlfsson var þetta var alveg þetta var gríðarlega öflugt og ég er svo heppinn alls það sem ég vunni sko, ég hef verið að vinna með gríðarlega öflug og skemmtileg fólki og ég held að það er svona eitt af mikilvægasta sem að fólk hefur það er að vera innan gott fólk skemmtileg fólk og gera skemmtilega hluti en þess að ef þú ert í vinnunni 40-60 klukkustundir og viku mismunandi 32 ef þú hlakkar ekki til að sko fara í vinnun á mótnana þá ert í djúpum skil það er svona hluti sem þú getur haft áhrif á eitt af því er vinnaðinn og hlakka til og það sé skemmtilegt þar síðan kom alltaf erfiðleikarnir þú lendir alltaf í einhverjum mótvindi eða erfiðleikum og það er bara svo miklu auðveldar að fást við þá ef annað sem þú ert að gera og það sem þú velur að gera að það er skemmtilegt góð orð eitt draga saman heimspekingin í þér ef þú verður að bera saman þú ert náttúrulega virkur bara með stærri fagfjárfestum á íslenska markanum gegnum Sjóvá og ekki persónulega hugsa ég en svona ef þú verður að draga þetta saman fyrir okkur almenna leikmenn það er alltaf að tala að þetta séu bara lípar og einhverju fagfjárfesta hvernig var þetta á þessum tíma hver stjórnaði markanum, voru það bankarnir eða var þetta drefðara að það voru þessar, hvað voru að kalla 14 heildsala fjölskyldur sem átt allan peninginn eða þetta var miklu þá voru miklu meiri svo skuldabæramarkaðan þá var miklu meiri þáttaka erlendra aðila sem að gerða verkum að það var miklu meiri seljanleiki fyrir 30 árum fyrir 25 árum bara upp úr 98, 90 upp svona 2004 til kannski aðila svona ætla sér ekki frá svona 2002 til 2007 þá er verðmyndinu miklu skýrari og bankarnir núna verum kannski mörgulegt allt og áhættu sæð niður en ég held að það er nú ekki tengst að markaðsvístum þeirra í dag þeir allt og miklu bara allt og línir það er dýrt fyrir það allir að vera með eigin viðskipti það er mikil fjárbinding sem gerir það verkum að þessar bækur sem að eiga að vera viðskiptavakar og til þess að svona reyna að jafna sveiflur á markaðnum að það er að hafa þveröfu áhrif en bankarnir eru svo miklu aumingjar þeir eru alltaf að henda frá sér leiðið fá okkar og hugsa ykkur það þess að bankar þeir þóru ekki að halda á neinu gjaldeyri þess vegna höfum við fengið, það er kannski aðeins minkað núna en við vorum alltaf með þess að spíra á gjaldeyrismarkaði bara fyrir fáum árum síðan og það var vegna þess að bankin kannski einn banki fekk inn á sig 1 eða 3 milljónir evra eða dollara evra og það henda hann alltaf á næsta og svo næsta og næsta og það myndus spírala og því spáði hvað þetta er fullkomlega fráleitt að kannski banki sem er kannski með 100, 150 eða 200 milljarði eigið fé skuli vera eitthvað spérhættu við það að halda yfir nótt eða viku 2-3 milljónir evra sem er einna mest treytuðu gjaldmiðlum heims og traustustu gjaldmiðlum heims bara út af einhverjum reglum sem að þessi eru vísu Evrópureglur en þessar Evrópureglur eru náttúrulega
þær eru ekki til þess að venda almenning, þær eru til þess að venda bankana frá almenningi og þær eru flest að skrifa bönkunum með hagsmuni stóru bankana í huga þannig að það sem að gerist í löndum eins og Danmörk og öðrum löndum að þá fjármál eftirlit hvers lands sko raunur að hagsmunagæslu landsins gagnvart Evrópu og að vinna í því að reyna að fá undan þá og sníða regluna af þeim en á Íslandi að þá líta þessa eftirlitsstofnunar eða hafa þessa eftirlitsstofnanir lítið á sig sem sérstakann refsivönd erlendu stofnunar og blýhúða reglunan frekar heldur en að reyna að milda það sko. Og það er þetta þjóðin sem ber kostnaðin. Þannig að verðmyndunum var betri hér áður fyrr. Verðmyndun var betri og miklu virkari en ég myndi alveg að halda að fyrir þá sem að nú er búið stofnanavæða markaðin svo mikið og ég bara finna allir sjálfur mér þess alltaf reyna þess að vera sko torvelda og draga úr viðskiptum og þessi Evrópuregluverki sem byggir bara á einhverjum misskilningi og svona modern portfolio theory sko að það er í sjálfu sig ansnúi viðskiptum og þess að bara lífeyrissjóðana ég þekki fólk sem vinnur eignastýringu lífeyrissjóðana margt mjög gott fólk en það segir við mig þess að bara nánast að það fer að líða eins og sko að vera bókasafnsfræðingur að ætla eiga viðskipti fyrir sjóðum en það er svo mikil skjalagerð og regluverki kringu það og síðan þetta eru flestu lífeyrissjóðnir þeim finnst óþægilegt mörguleiti að vera á Íslandi menn þess að sem lífeyrissjóður að beita sér gegn hlutum eins og kaupréttum en það er bara á Íslandi það er svo eiga þeir í fyrirtækjum og út í Bandaríkjum sem er sko með margföld laun og margföld að kaupréttu vinna með við það sem nokkuð tíma þekkist hérna og það er vegna þess að lífeyrissjóðnir eru þetta fyrirferða miklir aðilar á íslenska markaðnum og eru undir mikið til gagnrýni og eru spurðir, ég menna þess að það má ekki ef að sko bara síðasta dæmi er svo absúrt sko Hagar ákveða að fara að selja áfengi í netverslun bara svona eins og aðrir aðilar og þá byrjar stjórnarmennirnir að fá fyrirspurnir sko fara á umbjóðundu sínum sko hvað þeir ætla að gera út þeir eigi einhver hlutabréf í hugum en þetta sama fólk það er enginn sem spyrða út í hvað stjórnarmanni finnst launapakka Elon Musk hjá Tesla eða eitthvað annars lítið og þá er það bara miklu þægilegra samt eða kannski miklu meiri í Tesla heldur en hugum sko, eða Facebook eða annars lík sko. Þannig að lípandi að vera vók en við það sko og svo náttúrulega að ráða einn hverskins ESG-fræðingar þeim er falið sko og það baða á enginn að ávasta elli lífið okkar en þeir ætla að fara að tróða gildi sem þetta sínu upp á okkur hvað er ruglað það en það að þeir séu svona passífi fjárfestar í íslenska markaðnum það munið þetta bara óhjákvæmilega leiði til þess að tíminn eða sko skilvirkni markaðins tímins frá því að frétt birtist þangað til að verði endurspeglarana að hann lengist þannig að það ætti að gefa þeim sem að vilja fjárfesta og vera sjálfstæð fjárfestar meiri tækifæri þannig að ég held að það sé óskilvirkari markaður þannig að það eru þetta tækifæri fyrir almenninga fjárfesta það er 2025 hvernig horfur inn í árið eru menn ekki brattir ertu bjartsýnn fjárfestingar fyrir þetta ár 25 býstu við vaxtalækkunum og ég býst við áframhaldandi háum raunvöxtum en vaxtalækkunum en þess að verðbólgan muni halda áfram að koma niður og ég held að reyndar sko verðbólgan verði meira seigfljótandi heldur en menna kannski allan að sumir hafa verið að gera ráð fyrir en það verður ekki svona háir stýrivextir eilífu og stýrivextir háir sko raunstýrivextir þeir virka þess vegna er verðbólgan að koma niður og hún mun koma niður áfram og þetta ég bara horfum mjög björtum augum á þetta og þess að fullt af spennandi hlutum gera hjá mörgum fyrirtækjum Ég var með eina spurning frá uppistandara og fjárfesti mælur með fyrir bara hinn almenna fjárfesti að vera að reyna að cherry picka stocks eða kaupa bara fast í sjóðum og vera bara með vísitöluna mánuð frá mánuði
Já, þetta góð spurning og hún ég held að hún svolítið einstakspundin, sko, ég meina ég mæli með að fjárfesta í hlutabréfasjóðum eins og þú ert að þetta fá bara exposure á markaðinn. Hins vegar bæði, getur bæði verið árvanlegt og svo getur þetta líka bara verið skemmtilegt að fjárfesta í eigin bréfum og einstöku bréfum og þannig að ég mæli með að fólk geri það líka, byrja að gera það líka og byggja sér upp stöðu. Það sem ég mæli ekki með að það að ætla að fara að treyta hlutabréf. Ætla að kaupa og selja bara einfaldlega bara do the math, ég menna meðal ávöxtunum kannski á hlutabréfum með svona 12-15% ári sko, eða ég búin að læra undanfarin ár, munurinn og kaup og sölu tilbúði 1% og þóknarinnar, hvað ekki almenningu að borga 1,5% sko 0,75 held ég 0,6 í agró 0,6 í agró, ok, þú kaupið þú selur og ef þú ert að fara á sikkvara hlíðina og borga þóknanir þá er það 2% bara munurinn og kaup og sölu tilbúðin sko. Svo umsýslugjald kannski, þú veist, ef einhverjum er lága fjárhæð þá er það bara orðið prósent sko, eða þú veist og svo er 1,2% sko fyrir þóknanir þá er það komið 3,2% og það er kannski 1/4 af væntir ávöxtum markaðarins á ári þannig að hversu rosa góðu þarf það að vera til þess að gera það. Þannig að ég mæli með eiga hlutabréfum og ég held að líka að það sé mikilvægt að hafa í huga sko, að ávöxtun er fyrir að halda á hlutabréfum, ekki fyrir að treyta því. Það er kannski nokkrir sem að geta verið rosalega góðir í því að treyta og kerfisbundi grætt á því þau stenn. Ég held að þessu fáir og flestir ligarar. Já. Heppnin þarf allan að vera hliðhóll sko, ansi oft. Fáum við einhverja spá, hvað heldur að verði arðbærastu bréfin í ár? Oaklys, Alvó, Amarok. Ég bara spá í ekki inn einu slíku en ég segja að þess ég stýri svo ég segi sko stóru hlutabréfasafni hjá Sjóvá og svo við byrstum allar eignir sem yfir 500 milljónir sko í lok hvers ársfjórðungs eða sem með uppgjöri þannig að ef einhver hefði áhuga að sjá hver ég trú á þá bara byrtast þær upplýsingar þar. Já, bara kíkja á sem minnum á eina lokaspurningu sem ég á með hvað er uppáhaldsbréfið þitt og af hverju er það Ríks 26? Já, það er stærsta bréfið og það er bara mér varst alveg augljóst í faraldarinu þegar þú skrúar fyrir alla framleiðslu og gefur út endurlega mikið af peningum, hvernig gata enda öðruvísi heldur með verðbólgum og verðbólga þetta versti óvinni fjárfestis þannig að kemur verst við bæði skuldabréfamarkaði og hlutabréfamarkaði og það er mjög fá skeið þar sem við verum langvarandi verðbólgu og jákvæða raunávöxtun hvort á hlutabréfum eða skuldabréfum hins vegar reyndar halda hlutabréfi verðgildi sínu betur heldur en skuldabréfi gegnum verðbólgukúfa en og þá var og er Ríks 26 svona stærsta bréfið og verðtryggt þannig að og besta vörnin þannig að það hefur verið við erum þótt að vera að setja stelpan á ballinu Heyrðu, geggja verðum við ekki að fara að hleypa mannin inn í nýtt ár kæra þakki fyrir komuna ég bara takk hérlega fyrir mig og var gaman að spjalla við ykkur bara sömulegis, heiðurinn er okkar heiður að fá þig og kæru hlustendur, við verðum aftur með ykkur á viku liðinni þá með glænýjan ársreikning þetta munum við hvað það var það er eitthvað sem ég farið á hausinn Herðu, þá þakku við fyrir í dag kæra þakkir